Tónlistarfélag Akureyrar 75 ára á þessu ári og eins og vera ber náttúrulega verður haldin heljarmikil afmælishátíð sem stendur allt árið. Ásdís Árnadóttir formaður, bara hvernig hefur afmælisbarnið það? Afmælisbarnið hefur það bara ljómandi gott. Það 75 ára og bara alveg þrælsprækt. Og verður afmælishátíð út allt árið? Það nú eiginlega núna stendur yfir afmælisvika sem búin að standa alveg frá mánudaginn og endar á sunnudaginn kemur. Síðan svona það sem á eftir kemur, það ýmislegt á döfinni. Við erum að fara að standa til dæmis fyrir svona tónlistarkeppni fyrir börn sem við köllum heilnótan. Það verður svolítið í kringum það á sjálfum afmælisdeginum okkar 4. maí. Þannig að við erum svona, félagið hefur svolítið verið að beita sig fyrir því að efla tónlistarvitund hjá börn. Jón Hlöðver, þú þekkir nú sögu félagsins vel og hefur setið í stjórn sjálfsagt í nokkur ár. Það stundum talað að Akureyri sé menningarbær. Tónlistarfélagið á nú líklega einhvern hlut þar að máli. Já, svona í gamni þá var nú stundum nefnt að Akureyri væri gaulverjabær, það var svo mikið sungið hérna. En tónlistarfélagið stóð að verulega öflugu tónleikahaldi og hafði á stefnuskrá stofnað tónlistaskóla. Og ég held ég hef verið 10 ára gamall, ég nú svona hérubílins gamall á félagið. En 10 ára gamall fór ég að fara á tónleika og alltaf biðu miðar í speglinum í hólinu heima og manni fannst þetta óskaplega spennandi. Og fékk að heyra ýmsar stór stjörnur á þeim tíma. Nú náttúrulega tímandi breyttir og svo hafði sem sagt 2 þættir sem hafa orðið að veruleika. Hér gríðarlega öflugur og góður tónlistarskóli kominn sem ég veit alveg að fræin voru þeim að sáð á þessum tíma. Nú síðan hefur ekki gleyma því að tónlistarfélagið hafði á stefnuskrá sinni að byggja upp hljómsveit og stóð endur vakningu lúðrasveitarinn með annars. Þannig að tónlistarfélagi hefur verið svona bakafl í mjög mörgum þáttum. En starfsemi félagsins núna á þessum tímamótum? Já, undanfarin ár þá höfum við verið bara svona samtök svolítið tónlistarmanna sem að búa hér og áhugamanna tónlist. Og áherslurnar hafa verið svolítið að breytast. Við erum svona, þetta var kannski meira bara klassík en nú erum við farin að taka inn alls konar fjölbreyttari tónlist og til dæmis allir sem eru að fást við að semja sína eigin tónlist á hvaða meiði sem að hún hvort sem það klassík eða jazzinn eða svona bara poppið, þá erum við bara opin fyrir öllum stílum og stefnum og reynum að greiða götu listamanna og við erum í svo góðri samvinnu við menningafélagið að fá inni í hofi sem náttúrulega frábært hús og bara með betri sölum á landinu. Hamrar eru frábær tónleikasalur og með frábært hljóðfæri. Jón Hlöðver, hverju breytti hof? Það breytti nú mjög mörgu. Meðan annars var hann, eins og Ásdís nefndi, þá þetta frábæra aðstæða fyrir tónlistarflutning sem ekki var fyrir hendi. Við vorum búin að berjast í því mörg ár. Það verið nota íþróttaskemmuna Eyri sem var góður hljómburður sem var ákveðið hún átti að vera vélaskemma og síðan var hún rifin. Og það voru endalaus barátt að fá gott tónlistarrými og þetta náttúrulega glæsilegt á þessum erfiðu tímum eftir 2007 kom upp þessu húsi. Ég bara sé ekki hvernig þetta hefði verið án þess. Það svona almennt viðurkennt í uppeldislegu tilliti að það sé hollt og gott fyrir alla að spila á hljóðfæri eða læra á hljóðfæri eða njóta þess að hlusta á tónlist. Já, við erum náttúrulega sannfærð það við sem störfum í þessum geira sem ég náttúrulega starfa sem tónlistarkennari og tónlistarflytjandi og allavega mér finnst eiginlega lífið bara, ég get ekki hugsað mér lífið án tónlistar og þannig að þetta svona einhver hugsun sem að maður alltaf telur það að þetta sé bætandi, mannbætandi að stunda tónlist og hlusta. Áhugi fólks á tónlist, hún alltaf jafn mikil eða þetta svona breytilegt eftir áratugum, getum við sagt? Ég held að áhugi fólks á tónlist sé alltaf jafn mikill. Það náttúrulega misjafn svona hvaða stíla á og menn aðhyllast.
En það nú talað það að svona með tilkomu sjónvarpsins í sínum tíma og öllum þessum miðlum sem í dag, þá kannski hafi aðsókn á tónleika eitthvað svona dalað og það náttúrulega mikið framboð. En það samt, það alltaf góð aðsókn, finnst þannig þokkaleg aðsókn. Það náttúrulega fer svolítið eftir bara hvað við erum að tala fræga flytjendur og svo framvegis. En við erum samfærið með að við viljum halda uppi tónleikahaldi. Og við erum ennþá að fá nýja félaga, til dæmis inn í tónlistafélagið. Þannig að áhugin algjörlega fyrir hendi. Jón, á þessu afmælisári, svona þegar þú lítur svolítið til baka, hefur starfsemi félagsins, hefur hún verið til góðs fyrir tónlistarlífið í bænum? Já, tvímælalaust. Það sem Ásdís sagði áðan með aðsókn á tónleika, þá það nú svo að þetta skipt svolítið niður til þess að það alveg ótrúlegt að koma á tónleika sem eru hér á tónlistarskólans í Hamraborg sem fullur salur af foreldrum. Það ekki víst að þetta fólk kom aftur á einhverja aðra tónleika, en þannig breiddin orðin miklu meiri og menn hafa miklu meira að velja. Og ég held að tvímælalaust að tónlistarfélagið hafi haft áhrif þarna á. En að styðja við bakið á sínu heima fólki, það hlýtur að vera svolítið mikilvægt. Jú, algjörlega. Og það bara mjög mikil gróska hérna. Það einmitt eins og ég var að segja áðan, það svo mikil fjölbreytni og tónlistarfélagið við bara viljum endilega styðja við okkar fólk. En svo erum við líka opin fyrir því að fá gesti. Og það náttúrulega, við fáum alveg fyrirspurnir og tökum fólki í opnum örmum, bæði annars staðar á landinu og erlendis frá. En þetta með ferðakostnaðinn, það stundum svolítið vandamál. Þannig að ef að fólk getur komið til okkar, þá reynum við að greiða götu þess. Jón, hvernig væri nú heimurinn ef að engin tónlist væri? Ég hræddur hann ansi snauður. Það náttúrulega eitt sem verður rekið mikla áherslu á, það að tónlistin og mál tónlistarinnar alþjóðlegt, það alveg sama hvað þú kemur. Sko, ég meina, að tala að það gott að allir kynnu Esperanto, en það líka samskipta þáttur allir kynnu tónlist, til dæmis. Og ég var nú að segja upp á þroska tónlistar, þá sagði ungverska tónskáldið Zoltán Kodály að tónlistaruppbeldið hefðist á meðgöngu barnsins, því að það skipti máli hvað væri leikið á meðan barnið verið að dafna í móðurkviði. Þannig að svona gamanlaust að þá skiptir þetta mjög miklu máli að tónlistin sé í kringum okkur. Hún það alltaf, hvort sem við allar aðtæfnir. Svo ekki sé nú minnst á blessaðan jazzinn. Já, jazzinn, já, hann hefur verið mjög gríðarlega mikið áhugaefni og alveg frá upphaf og jazzinn greindist líka svona svolítið frá tónlistarfélaginu því að hann var í sérstakur jazzklúbur starfandi í mörg ár. Og í gærkvöldi þá var svo skemmtilegt að upplifa heitan fimmtudag því ég stóð nú fyrir því fyrirbæri í mörg ár og nú í gærkvöldi var tónlistarfélagið minnast heitra fimmtudag með að halda slíkan tónleika með frábærum tónlistarmönnum, heimatónlistarmönnum Kristján Edistan og Stefán Ingólfssyni og Hallagurla. Það var mjög skemmtilegt. Já, þeir voru í Naustinu í Hofi og það líka mjög skemmtilegt rými. Og við erum svona, tónlistarfélagið vill beita sig fyrir því að þarna við getum hugsanlega endurvakið heita fimmtudaga og við viljum fá lífi í þetta hús og það verði sem mest í gangi. En sem sagt afmælisárið, það svona hápunkturinn, eða það mikið að vera þessa dagana hjá okkur? Já, það mest mikið að vera núna og svo verður þessi tónlistakeppni sem að svona rís þarna í maí, líkur í maí. Og síðan erum við svona, allavega ég hef mjög mikinn áhuga á því að kannski verði saga félagsins skráð og við erum svolítið svona að leita núna eftir því einhverjum sem myndi vilja taka það að sér og tónlistarsagan hérna á Norðurlandi bara, hún á sér langa sögu, ennþá lengri sögu en félagið gamalt og við viljum svona einhvern veginn halda þessu til haga og benda á hvað mikið sem hefur gert hér. Og þeir sem að vilja fylgjast með þá það bara ykkar heimasíða væntanlega? Já, við erum með Facebook síðu, Tónlistarfélag Akureyrar, þar sem við setjum alla svona viðburði. Og það bara að fylgjast með afmælisbarninu Tónlistarfélag Akureyrar 75 ára á þessu ári. Ásdís og Jón Hlöðberg bara þakka ykkur fyrir komuna og gangi ykkur vel á þessu ári. Takk fyrir.